og bústað. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir gestir. Við í Ungmennaráði Laugardals og Háaleitis höfum verið að hugleiða eina hugmynd í nokkra mánuði og sú hugsun að tíðni kvöldopnana í félagsmiðstöðvum í Reykjavík breytast eftir hverfum. Ég tek til dæmi félagsmiðstöð Hagaskóla og félagsmiðstöðvar í Laugardalnum. Í félagsmiðstöð Hagaskóla eru 4 kvöldopnanir í viku, á meðan það eru bara 2 til 3 félagsmiðstöðopnanir í félagsmiðstöðum í Laugardalnum. Hljómar það sanngjarnt að eitt hverfi með næstu 50% fleiri kvöldopnanir en annað hverfi. Í annarri grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem fjallar jafnræði lagt bann við mismunun. Þar segir: öll börn skulu njóta réttinda barnasáttmálans án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, félagslegrar stöðu eða annarra aðstæðna þeirra eða stöðu eða athafna foreldra þeirra. Þetta á einnig við búsetu og að megi ekki mismuna ungmennum eftir því hvar þau eiga lögheimili. Okkur finnst þetta því ekki sanngjarnt að aðgengi að félagsmiðstöðvum sé eins ójafnt og það er. Þetta vandamál minnir mig örlítið á þegar Berlínarmúrinn var byggður og Berlín því skipt í 2 helminga, Austur- og Vestur-Berlín. Vestur fekk meira en austur, en ég er samt ekkert að segja að Reykjavík sé þannig, alls ekki. Ég bara að reyna að leggja áherslu á alvarleika vandamálsins. Ég tel að þetta ójafnrétti hafi áhrif á geðheilsu ungmenna í hverfunum þar sem kvöldopnanir eru svo fáar. Manneskjan sko félagsvera og samskipti ein af nauðsynjum sem maðurinn þarf til þess að lifa af. Það eru til krakkar sem fara nær aldrei út á kvöldin nema það sé opið í félagsmiðstöðinni. Ég veit það því að ég var svona krakki, átti fáa vini, fór sjaldan út en í dag. Eina ástæðan fyrir því að ég svona drengur enn í dag líklega vegna þess að ég var í félagsmiðstöð sem var bara opin 2 til 3 kvöldopnanir í viku. Og þess vegna telur Ungmennaráð Laugardals og Háaleitis til að opnanir í félagsmiðstöðvum borgarinnar verði skammtaðar jafnt á milli hverfa, alveg eins og fullkomin uppskrift af eplaböku. Takk fyrir mig. Þá hefur Alex Nær B. lokið máli sínu og næst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir. Nei, fyrirgefðu, Þórgnýr Thoroddsen, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar og fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna. Ég fæ bara að koma með endrum og eins inn fyrir minn fulltrúa hérna í borgarstjórn og ég segi fyrir mitt leyti að ég er þakklátur að fá að taka einmitt þennan fund fyrir Halldórshönd. Ég er mjög ánægður með framkomnar tillögur, þær eru afar málefnalegar og sýna það alveg svart og hvítu að ungt fólk veldur valdi. Ég vil því nota tækifæri til að lýsa því yfir að þessi fundir aðeins eitt skref af mörgum í átt að auknum áhrifum ungs fólks í samfélaginu. En að tillögunni. Ég ætla að byrja á að fjalla stuttlega fyrirkomulag opnana í félagsmiðstöðvum. Gert ráð fyrir því að vetrarstarf félagsmiðstöðva séu 9 mánuðir á ári. En þá viðmiðið að það sé opið í 10 klukkustundir á viku fyrir aldurshópinn 13 til 18 ára, sem eru þá almennt 2 til 3 kvöld pluss einhverjar dagopnanir. Einnig gert ráð fyrir allavega einni opnun á viku fyrir 10 til 12 ára hópinn. Í forsendum útreikningana gert ráð fyrir frelsi félagsmiðstöðvanna við útdeilingu opnunartíma, en þar sem sumar félagsmiðstöðvar hafa meiri mannafla en aðrar að spila, því hafa þær praktískt séð meira frelsi til að útfæra starf sitt. En fjöldi starfsmanna fer eftir tilteknum forsendum sem fjalla meðal annars fjölda ungmenna í hverfi samkvæmt nemendaspá, fjölda barna í skólum og ýmissa staðla félagslega virkni, þar með talið staðalfrávik ýmiss konar. Með öðrum orðum þá eru nokkrar breytur af verki sem miðað við. Málshefjandi telur óánægju þá opnun þar sem þjónustan minni en annars staðar. Ég tel að það megi vel vera. Ég starfaði sjálfur í félagsmiðstöðvum árabil og veit raunar að eftirspurnin til staðar. En ég veit líka að eftirspurn ekki endilega mælikvarði á mikilvægi óskarinnar eða hversu miklu það myndi skila á heildina litið að verða við henni. Aftur eru ýmsar breytur til staðar sem verða að hafa eitthvað að segja útdeilingu takmarkaðrar auðlindar að segja og með auðlind á ég auðvitað við fjármagn sem skila starfsmönnum
sem skilar eftirfarandi einingu sem við köllum opnunartími í félagsmiðstöð. Þessar að breyta á meðal eru til dæmis hversu mikil þáttaka í íþróttum eða öðru félagsstarfi eða tómstundum í hverfinu, aðgengi að íþróttum, tómstundum og öðru og afalaust fleiri þættir sem gefa okkur einhverja mynd af því hvar auðlindinni, opnunartímanum, best varið. Að þessu sögðu eftirspurnin frábær mælikvarði á annað sem að samráð við notendur þjónustunnar. Ég tel að sé alveg klárlega málið að ungmennaráðin og unglingaráðin í félagsmiðstöðvunum eigi aðkomu að ákvörðunum opnunartíma í félagsmiðstöðvunum. Það segir sér alltaf eigum betri séns á því að auka nýtinguna ef að notendur hafa eitthvað tímasetninguna að segja. Fyrir utan hið augljóslega að það bara hið rétta í stöðunni að stunda samráð af þessu tagi. Þó auðvitað ekki loku fyrir það skotið að kannski sé hreinlega málið að gefa aðeins í með opnanir. En ég vil ekki meina að það sé ákvörðun sem sé tekin á þessum fundi og ég legg því til að málinu sé vísað til skóla- og frístundaráðs sem eigi þó samráð við ungmennaráðin varðandi opnunartíma félagsmiðstöðva. Þá hefur Þórgnýr Thoroddsen borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Borgarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráðs. Mig langar að þakka Alexi Snæ B. fyrir tillöguna og leggja aðeins svona smá inn í þessa umræðu. Nú það svo að milli hverfa er alls konar misræmi. Það misræmi í opnunartíma sundlauga og það hitt á þetta sem er misjafnt. Misjafnt hversu mikil þjónusta í hverfunum og misjafnt hversu mikið strætó sækir inn í hverfin og það bara mjög misjafnt hvernig búið að íbúum hvers hverfis. Og þetta hefur nú oft verið valdið því að það hefur komið til heilmikilla orðaskipta í borgarstjórn nákvæmlega vegna þessa og ég held að sé alveg algjörlega góð hugmynd að ræða meira þetta misræmi sem á alls kyns þjónustu milli hverfa. Hins vegar held ég á hinn bóginn þá það auðvitað svo að það mismunandi þörf milli hverfa og og ég held að þeir sem sjá reksturinn verðu auðvitað að hafa einhvern veginn eitthvað frelsi til að mæta í rauninni þörfinni, draga úr þjónustunni ef það ekki eftirspurn eftir henni og svo framvegis. Þannig að við förum sem best með fjármagnið. Þannig að stundum á þetta jafnræði sem að verið að vitna ekki endilega rétt á sér og það held ég að allir skilji. En á hinn bóginn, ef það svo, eins og framkemur í máli Alexar, þá held ég að það þurfi að hlusta á það ef eftirspurnin fyrir hendi, þá þarf að sjálfsögðu að mæta því. Og við vitum alveg hvernig það Nú hef ég lítið heyrt talað þessi mál nákvæmlega, frístundamálin, en þar sem ég á unglinga, 2, annan sem mjög mikið heima, þá held ég að það bara mjög gott að fara að skoða það, hvort það var ekki ástæða til að fara að drífa sig meira út úr húsi og fara að tala eitthvað annað en tölvuleiki. Ég held að það veri stórsniðug hugmynd og ég held að fólk og foreldrar fagni því mjög og þetta börnin sjálf ef það væri til eitthvað sem heillar og í boði. Hvað jafnræði varðar það verður að horfa á þetta út frá mörgum hliðum. Það þarf að fara vel með fjármagnið, það þarf að vera nægilega mikið framboð í boði en ekki of mikið þannig að við setjum uppi með þjónustu sem í raun og veru enginn að sækja. En ef að það alveg klárt að það eftirspurn eftir þessari þjónustu og sjálfsögðu styðjum við það og myndum vilja sjá þessa tillögu tekna til skoðunar. En þetta var nú bara svona innlegg inn í þessa umræðu því að það alltaf tvær hliðar öllum málum. Takk. Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá höfum við í leiðinni lokið umræðu 4. lið og